Heilir og sælir kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ef þið voru ekki búin að hlusta á fyrsta þátt ársins, viðtalið við hana Animist, þá hvet ég ykkur innilega til þess að gera það. Alveg frábært viðtal með ótrúlega mikið af góðum upplýsingum og bara áhugavert spjall. En í dag kom til mín hann Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur sem að margir þekkja. Hann er alveg magnaður maður. Hann brennur fyrir það að hafa jákvæð áhrif og er þess vegna sannkallaður jáhrifavaldur í heilsu. Hann heldur fyrirlestra í skólum á hverju einasta ári, er búin að gera það í bara örugglega 15 ár og hefur jákvæð áhrif á ungmenni. Og það er bara búið að rannsaka það að kvíði og andleg heilsa ungmenna er að hraka og hann bendir einmitt á bók sem hann er að lesa sem að bendir á leiðir hvað við getum gert til þess að snúa þessari þróun við. Og þannig ég hviti ykkur eindreið til þess að hlusta á þetta skemmtilega og magnaða viðtal við hann Þorgrím. En áður en við förum yfir í spjallið þá langar mig rosalega að nefna það að fyrir ykkur sem ekki vita þá er ég ungbarnasundkennari og kenni ungbarnasund í Suðurbælegu í Hafnarfirði á þriðjudögum og hef gert það síðastliðin 18,5 ár. Þetta er það skemmtilegasta sem ég geri. Og af því að í viðtalinu þá ræðum við Þorgrímur mikilvægi fyrstu árana í ævi barnanna. Þá er ungbarnasund svo kjörið tækifæri til tengslamyndunar. Það eru engir símar til staðar, ekkert annað að trufla, heldur bara athygli okkar er öll á barninu. Þetta er einstök stund, þannig að mig langar að hvetja ykkur til þess að kíkja á ungbarnasunderlu.is og ef þið smellið þar á umsókn þá getið þið séð öll námskeið í boði. Og næsta námskeið hefst núna bara 21. janúar 2025 og svo er alltaf námskeið á svona 6-7 vikna fresti ef það er að hlusta á þetta viðtal seinna. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég hvet alla til þess að gera bæði fyrir hreyfiþroska og þroska barnsins en líka félagsþroskan og tengslamyndun foreldra og barns. Svo er það samstarfsaðilarnir mínir sem ég langar svo innilega að þakka. Og það eru Heilsuhillan, það er Spíran, það er Nettó og það er Virkja. Fyrst langar mig að nefna Nettó, en það eru eldheit helgartilboð núna til sunnudags, þar sem að þú færð allt sem þarf í ljúffenga Mexíkóveislu. Hakk, kjúkling, chilipipar, avokado og fleira með 15-30% afslætti og 10% viðbótar appslætti ef þú notar appið. Þetta er alveg örugglega ódýrasta og fljótlegasta ferðalagi til Mexíkó sem stendur þér til boða. Heilsuvara janúarmánuðar hjá Heilsuhillinni er Nutrileng Gold sem hefur hjálpað þúsundum einstaklinga sem þjást af stirðleika og braki í liðum. Nutrileng Gold er meðal annars ákjósanlegt fyrir fólk sem stundar álagsvinnu og eða álagsíþróttir og hentar einnig vel ef að brjósk hefur orðið fyrir hnjaski. Virkja býður upp á vandað nám í markþjálfun þar sem aðferðafræði markþjálfunar er kennd af mikilli ástríðu. Næsta námskeið hefst núna bara 16. janúar og það hefur óvænt losnað 1 pláss ef að þið langar að bætast í hópinn. En næsta nám hefst síðan 24. apríl. Spíran er dásamlegur matsölustaður staðsettur í Garðheimum og þar færð þú heiðarlegan mat, eldaðan frá grunni og af mikilli ást. Þátturinn er svo tekin upp í podcast stöðinni á Nýbýlavegi. Þar getur þú leiktir aðstöðu til upptöku ef að þú ert með hugmyndir af hlaðvarpi eða einhverju öðru. En þá skulum við vinda okkur í viðtal dagsins. Gjörið þið svo vel. Viðmælandi minn í dag er magnaður jáhrifavaldur eða heilsuáhrifavaldur. Hann er fyrirlesari, talsmaður heilsu, mannúðar og réttlætis, einn vinsælasti unglingabókahöfundur landsins og bara magnaður fyrirlesari. Þorgrímur Þráinsson, vertu velkominn.
Kæra þakkir, ég hef nú bara ekki fengið svona kynningu áður. Ég veit ekki hvort ég get kvittað undir allt þetta. Jú, heldur Ég betur. bara lifi lífinu eins og mér langar til. Það Ég bara svo leys. sko veit fáa sem brenna jafn mikið fyrir það að bæta heilsu ungmenna. Ég hef ekki bara, já, náttúrulega andlega og líkamlega heilsu. Ég hef verið á þessu vettvangi núna þar að segja halda fyrirlestra í markvist í 15 ár og farið í alla skóla á landinu með fyrirlestur fyrir 10. bekk. Þannig að það mitt framlag til samfélagsins núna. Síðan var ég bara hérna á árum áður. Ég var 8 ár framkvæmdastjóri tóbaksvarnanefndar og lenti náttúrulega í allskyns vandamálum þar sem leiddu til góðs og svo náttúrulega ég bara gamall íþróttamaður þannig að ég bara finn það og sé og upplifi hvað heilsan skiptir gríðarlega miklu máli. Hvað sem það andlega líkamlega og ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta en þegar manni líður ekki nógu vel þá náttúrulega fer maður að borða öðruvísi og maður sefur verr og það fer allt niður á við þannig að bara dagleg, kröftug, hreyfing breytir lífi fólks. Það bara sem ég hef upplifað og reynir bara að ástunda sjálfur þannig maður þarf náttúrulega að vera það sem maður predikar. Akkurat. Og þótt ég kalla það ekki predikun þá þetta bara að reyna að koma góðum skilaboðum á framfæri vegna þess að það vilja allir lifa heilbrigðu lífi. Það vilja allir vera góða manneskjur. Ég trúi því að í grunninn séu allir bara góða manneskjur. Svo bara kemur eitthvað upp á í lífinu. Eitthvað hugsanlega tráma í æsku eða ástvunamissir eða ofbeldi eða misnotkun eða eitthvað sem að sjálfsögðu breytir lífi fólks. Það hins vegar svo gaman að sjá fólk bara rísa upp og þora að tala reynslu sína. Þannig að eins og heyrir þá ég bara komin út víðan völl. Já, það bara gaman. Hvort eitthvað spurning var eða hvað. Nei. En hvar hvernig skilgreinir þú heilsu? Hvað heilsa? Ég var spurður að þessu einhvers staðar daginn og ég finn það núna að fyrir mig mann sem 65 ára þá finnst mér svefnin mín mestu lífsgæði. Og ef ég missi svefn, næ ekki mínum 7-8 tímum, svona heilt yfir, ég ekki að segja að ég verði taktlaus eða ekkert ábyrrandi öðruvísi, en ég bara finn það innra með mér. Ég ekki nógu orkumikill, ekki nógu jákvæður. Þannig að og ég finn það líka að ef ég næ ekki að fara í ræktina reglulega, það kemur alveg fyrir annað slagið sem kannski bara afsökun á mér að þykist ekki hafa tíma til að fara í ræktina, það að segja að fá útrás og þessi endorfínlosun, þá verð ég bara þyngri í hausnum. Það safnast bara ryk í hausana mér og ég ekki kannski að segja að ég verið leiðilegur, ég verð bara þyngri, að minna frumkvæði, orkuminni, þannig að heilsa þetta skilgreina heilsa á svo margvíslegan hátt og bara það til dæmis að fara út að ganga, ég las það einhvers staðar að það gæti minnkað kvíða alltaf 10%, bara 15 mínútna göngutúr á dag getur breytt bara líðan ungmenna ekki síst. Þannig að góð heilsa fyrir mig bara fjölbreytni hvað þetta varðar og það sem gerist líka að þegar maður svona á heilbrigðu línunni þá ómeðvita þá bara borðar maður hollari mat. Eins og núna í upphafi árs, ég vissum að fjöldi fólks núna með markmiðum að vera oftar í útivist, fara í ræktina, fara í sund og þá finnur það líka að það breytir mataræðinu og svo kannski kemur eitthvað upp á, eitthvað óvænt, einhverju utanlandsferð, eitthvað mikið fyllir í, eitthvað sem bara hafi fólk einhver afsökun til að breyta út af þessum heilbrigða vana og þá kannski erfitt að snúa tilbaka. Og maður sér þetta bara í ræktinni að það kemur fjöldi fólks í ræktina í janúar og svo bara finnst þetta út í rólegheitum. Algjörlega. Ekki það að fólk langi ekki til að mæta, það kannski bara vantar, fyrir var kannski með lélegan svefn, ekki nógu skemmtilegu starfi, líður ekki nógu vel. Það þessi hildræna heilsa allt hefur ár. Já, erfiðleikar á heimilinu, baráttan við börnin, baráttan við snjallsíman, samfélagsmiðla og svo framvegis, þannig að heilsa bara,
bara allar sólarhringinn sem maður þarf að vera eitthvað meðvitaður og svo þegar þetta komið upp í rútínu þá hætti maður að finna fyrir þess að þetta er bara hluti af lífinu að vera jákvæður, hrósa, gera góðverk, skrifa jákvæða pistla, koma einhverju áleiðis, hreyfuðu fólki, þjóna. Það er bara, og þegar maður finnur að maður gerir gagn og maður upplifir það, þá svona innra með manni peppast maður upp. En hvar kviknaði þessi mikli áhugi hjá þér fyrir þessu að vera jáhrifavaldur? Ég held að hann aldrei kviknað. Nei? Ég hef stundum verið spurður að því, af hverju tókstu ákvörðunum það að drekka ekki áfengi? Ég tók aldrei ákvörðunum það. Ég myndi miklu frekar spyrja fólk sem drekkur, af hverju tókst þú ákvörðunum það að drekka áfengi? Fyrir mér er það eðlilegt að neita hvorki áfengis, né tóbaks, né annara vímuefna. Og ég held að við fæðumst öll, bara ég trúi því, nema það hafi eitthvað gerst á meðgöngunni, einhver neysla foreldris, móður eitthvað slíkt sem fyrir bara í blóð, gen barnanna. Ég held að við fæðumst bara fullkomlega heilbrigð og síðan þarf bara gríðarlegan aga til þess að viðhalda því vegna þess að það eru endalausar fristingar út allt. Og það þarf bara dálítið ískaldan haus til að vera 15 ára unglingur og segja nei, ég nenni ekki að fyllir í með ykkur, ég ætla ekki að gera þetta, ég ætla ekki að bera vopn, ég ætla ekki að vaka á nóttinni og fíblast, þannig að ég held bara að ég hafi fæðist með einhvern innri áttavita og ég trúi því líka í alvöru talað að okkur sé ætlaður ákveðin farvegur þegar við fæðumst og ég er ekki að segja þetta út af einhverju sérstakri trú vegna þess að stundum hugsa ég mig eftir sjá og ég vildi ég hefði stokkið á tækifærið 22 ára og farið og mentað mig í Bandaríkjunum eins og mér stóð til að ég var góður í fótbolta bara til að fá nýja víti í lífið. En svo hugsa ég þetta öðruvísi, kannski ætlaði forsjónin mér því að fara ekki út vegna þess að kannski hefði ég bara gifst einhverju hundleilir bandarískri konu sætu uppi með hana einhver 5 börn í Bandaríkjunum og misti af þessu frábæra Íslandi. Þannig að þegar ég detti einhverja eftirsjá eitthvað sem ég gerði ekki, eins og það að kannski bara hafi ekki verið lengur í Sorbonne háskóla í París, hafi ekki mentað mig meira, að þá róast ég alltaf því ég hugsa, vá, býtu, þú ert á ákveðnu braut í dag, þú ert að gera gagn, í vetur er ég að hitta 7500 ungmenni og ef ég nægir heifa við 2, þá er ég búin að gera gagn í samfélaginu, vegna þess að ég er bara einn að hitta 7500, hvað með alla hina sem geta gert eitthvað líka. Þannig að ég held ég hafi ekki tekið ákvörðun þetta, en hins vegar, þegar maður vinnur við það, að standa fyrir framan ungmenni alla daga á veturna og reyna að telja trú það hvað skiptir miklu máli að setja sér markmið, vera góð manneskja, gera góðverk, búa rúmið sitt, borða hollan mat, læra heima, bera ábyrgð, að þá finn ég og veit meðvitað hafandi spjalla við þess að krakka árum saman að ef ég myndi mætin í kennslustofu illa til hafður í jakkafötum með bindi og glansandi skóm og kannski yfirvikt þá var ekki tekið mark á mér með fullir virðingu fyrir þeim sem eru þannig skilur þannig að ég geri mér grein fyrir hvert mitt hlutverk er og ég trúi því heilshugar að mitt hlutverk í lífinu sé að þjóna ég bara segja alveg svo þar hversu skringilega eða væmið það kann að hljóma, þá er ég þjónn. Og ég er alltaf vakandi fyrir því í kringum mig, hvert sem ég fer, hvort ég get hjálpað einhverjum. Og það er bara innbyggt í mig. Það er bara, ég ræði ekkert við það, ég er bara þannig. Ef ég myndi ekki sinna þeirri köllun minni, þá væri ég ekki sannur. Það er bara eins og ég upplifi lífið, sko. Þetta er ótrúlega fallegt. Og þú ert aðalega að hitta hvað, 10. bekk? Já, sko, vinnan mín felst í því að halda fyrirlestur fyrir nemendur í 10. bekk á öllu landinu, en eins og gengur því ég fer til dæmis bara til Súðavíkur, Grenivíkur, Flateyri, litlasta átt á landi, þá er ég vilt að tala við 8. til 10. bekk. En síðan gafst mér kostur á því í vetur, þökks í Ásmundi Einari Daðasyni, fyrrverandi menntamálaráðherra, þá veitti hann mér tækifæri til þess fjárhagslega að hitta nemendur á miðstigi, 5., 7., 7. bekk á allir landsbyggðinni til að kveikja áhuga þeirra á lestri, auknum orðaforða
Þannig að ég að hitta núna aukalega í vetur alla krakka á landinu, ekki Reykjavík, heldur út á landsbyggðinni, hvað varðar það að lesa meira og ég að kveikja áhuga á mínum bókum, ekki það skipti endilega máli hvort sem mínar eða annara, vegna þess að ég finn það þegar maður fer í skóla og ég er búin að segja þetta í mörg ár, ég er búin að segja þetta fyrir síðustu 5 menntamálaráðherra, að við rithöfundar erum algjörlega vannýtt auðlind í skólum landsins. Vegna þess að ef við til dæmis 10 rithöfundar myndum skipta með okkur verkum og fara allt land, kannski að hver skóli fengi 5 heimsóknir með skapandi skrif, með að kveikja áhuga, lestri og svo framvegis, þá væri staðan í dag ekki eins og hún er. En það er alltaf sagt, það er ekki til peningur, en Ásmundur Einar, hann hvatti mig til þess að gera þetta, því ég lagði hugmyndina fyrir hann og hann kostar þetta og ég er mjög þakklátur fyrir að fá að hitta þennan aldurshóp líka vegna þess. Vistu þú svo móttækilega á þessum aldri? Ég ætla að segja það. Já. Þessi aldurshópur er sífellt að spyrja, eldamann, lyft upp hönd, spyrja spurninga á meðan því miður sem er kannski bara eðli unglinga að lyfta sjaldan upp hönd og spyrja spurninga. Þannig að það er bara gaman fyrir mig þótt ég hafi náttúrulega undanfarin 35 ár verið með annan fótinn í skólum við að kynna bækurnar mínar og lesa fyrir krakka að þá er svo skemmtileg tilbreyting núna fyrir mig að fá að fara aftur á miðstíð. Já. Og ég bara mun gera þetta eins lengi og ég hef orku til. Þetta er mín orka að tala við krakka og fá viðbrögð og fá að vera inn í skólasamfélaginu sem er heilbrigt og fallegt og allir kennarar og skólafólk að gera sitt besta. Og það sem ég þykir svo fallegt að sjá líka núna í grunnskólum er hvað er svo margir krakkar sem eru svona bara nýskrifaðir, útskrifaðir úr kannski skólunum sjálfur eða grunnskóla sem eru bara skólaliðar. Já, og það er svo margir ungir einstaklingar í skólanum í dag að tala við krakkana í fríminútum að passa upp á þá. Í ljósi fjölbreytileikans það er svo margir nýjir erlendir einstaklingar komnir. Já, þannig að mér þykir mjög skemmtilega nýbreytni í vetur eftir 15 ár með 10. bekk að fá að tala við yngri krakkana. Vegna þess að ég hef ekki verið með rauninni bók fyrir þennan aldurshóp í nokkur ár, að því að fyrirlestrættir og annað hefur bara haft forgang. Þannig að þótt ég eigi nokkrar sögur í tölvunni mín að þá hefur bara þessi vinna mín sem ég líti ekki eins og á þessi vinnu, heldur ástríðu bara haft forgang. Já. Ég mitt var svo heppin að í vetur fekk ég að halda fyrirlesti fyrir akkurat þennan aldurshóp með stig hjá Breiðablik. Já. Og við vorum nokkra saman með smá heilsumarkþjálfun í sjúkraþjálfunin í sporthúsinu og við fórum 3 saman með fræðslu og ég var með svona heilsulæsi. Já. Og þær voru með svona þennan líkamlega þátt, hvernig þetta fyrirbyggja meiðsli og allt þetta. En mér fannst svo gaman hvað voru alvörinni áhugasum og bara virkilega mitt spurðu og líka það voru foreldrar líka og mér finnst það svo frábært og ég vona að þetta sé eitthvað sem að verður hægt að gera meira af. Ég held þetta haldist líka í hendur að þú nefndir Breiðablik að hjá flestum þessum félögum í dag eru mjög upplýstir og menntaðir þjálfarar sem eru meðvitaðar hvað skiptir miklu máli ekki bara mæta á æfingu heldur líka bara með svefnin, mataræðið og svo framvegis. Og ég held að þessir góðu þjálfarar séu bara að koma öllum þessum þáttum á framfæri, ekki síst til iðkenda sem eiga einhver draum að ná árangri og þess vegna séu krakkarnir miklu móttækilegri fyrir svona fræðslu heldur en áður. Já. Og þau munu þá passa upp á svefnin, passa næringuna og svo framvegis mæta á réttum tíma á æfingu, taka séræfingar og fleira, þannig að þetta skila sér allt. Og ef þú temur þetta, þú veist 10, 11, 12, 13 ára, þá er svo auðveldar að halda þessu áfram þegar þú ert í þessum sporum eins og þú ert að tala orðin 15 ára og allir farnir að drekka í kringum við 16 ára, 17 eða hvað sem það er, að þá stendur þú kannski fastar á þína því þú veist af hverju þetta skiptir máli. Þetta er líka, krakkarnir eru bara svo ómótaðir leir og bara sem dæmi, ég hef nokkru sinnum eins og í fyrra vetur meðal annars í árskóla og svo okkur ekki fengið að vera með skapandi skrif fyrir krakka. Ég man ekki alveg, ég held að vera 8. bekkur og stundum yngri að þá er ég bara að kenna þeim að búa til sögu hvað skiptir miklu máli, kveikja áhuga í byrjun og viðhalda áhuga og ég teikna upp á töflu hvernig ég vinn, kannski alveg 40 mínútur, síðan læti ég krakkana fá bara það eru bara 5 spurningar eða 5 verkefni og þau ráða hvaða verkefni þau velja. Og það er svo gaman að sjá að þessir krakkar sem halda þau geti ekki skrifað, leiða búið að við leiðbeina þeim aðeins
og á mjög víða á kannski 40 mínútum eru sumir krakkar að skrifa 2 handskrifaðar blaðsjur á 40 mínútum og þegar maður sér að þau geta þetta og þau átta sig á því þá kviknar ljós í augum þeirra og maður bara, vá, býttu vissur ekki að gæti skrifað hefur ekki fengið kennslu í þessu þannig enn og aftur segi ég, við rithöfundar erum algjörlega vannýttir í skólum landsins þannig að það við getum gert og ég er ekkert að ásaka neitt það nema bara þegar maður tala við yfirvöld þá bara það vantar fjármagn sem er bara rátt þetta er spurningu forgangsröðun Nú hefur þú gefið út hvað? 40 bækur æfina? Já, 44 44? Já. Það er aldeilis það er ekki smá mikið Nei, ég finn ekkert fyrir þessu sko. Nei, hvernig er þetta ferli að vera rithöfundur, hvernig sko stundu því ég sitja á tengdapabba og sem ég gerir bara oft í viku þá líti ég kannski þannig með alla bækurnar mína einni hillu þá líti ég yfir þessar sko 40 bækur sem er einni hillunni og vá, býtu, hvenær gerði ég þetta? Og ég átta mig ekki á því hvernig það liggja eftir mig 44 bækur, jú, jafnvel þótt að séu liðin sko 33 ár. Ég hef alltaf verið í fullri vinnu með. Þannig ég nýti bara kvöldin og helgarnar á minn frítíma. Þannig að, en upphaf þessa að ég sé að skrifa, ég held ég megi rekið aðeins til dæmis bara sem dæmi að því ég var í París í Sorbonne háskóla 23 ára, hálfan vetur rúmlega. Ég held ég hefi skrifað 110 kort til Íslands, bara til sko, og til að fíblast. Ég átti gær date með Stefáníu prinsessa Monaco, þannig ég bjó bara til svona líka sögur til vina minna, fjölskyldna og á Íslandi. Já. Síðan kem ég heim og fer að vinna hjá fyrirtæki sem hét Frjálst framtak og var að gefa út einhver 16 tímarit. Og þá allt í henni datt ég inn sem blaðamaður. Og þá var frábær kona sem heitir Gullveig Sæmundsdóttir, ritstjóri á Nýju lífi. Hún tók oft greinandi mín að lasa yfir á leiðrétti, ásamt prófarkalesurum. Þannig ég lærði svo mikið á því þegar aðrir tóku texta minn og krótuð í hann. Síðan því ég var búin að vinna sem blaðamaður í 5-6 ára ritstjóri í Íþróttablaðinu, eða jafnvel lengur, þá sagði ég við Steinar J. Lúðvíksson sem var minn útgefandi, eiginmaður Gullveigar, bæði frábær. Ég segi, mér langar bara til að prófa að skrifa bók. Að ég hafði svo gaman því að vera að taka viðtöl, að skálda í kringum viðtölin til að ná lesandanum. Þannig að þegar maður tekur viðtöl og segir maður ekki bara sko, hérna er Siggi Sig, hann er fættur þetta og hann á 3 börn og maður byrjar einhverju skemmtilegu og spennandi til að ná lesandanum og svo þarf maður að halda honum. Og Steinar bara sagði við mig, býtu, hvernig viltu skrifa bók? Ég sagði bara einhvern tímann næsta ári. Nei, byrjaði bara strax. Þannig að þá kom út bókin með Friðrik í tánum, svo árið setna kom út bók sem heitir Tárbrost og takkaskor sem er væntanlega mín frægasta bók. Já, ég man eftir henni frá því ég var krakki. Sko. Já, þannig að af því ég fekk traust frá Steinari og Gullveigu, þá bara fór ég út í þessa braut og hafði rosa gaman af þessu. Og ég gerum alveg grein fyrir því að þegar mínar fyrstu bækur komu út, þá var ég þekktur sem landsliðsmaður í fótbolta. Það hjálpaði mér og mér gekk mjög vel. Og bækurnar hafa bara lifað mjög lengi og ég veit til dæmis að Tárbrost og takkaskor er lesin í dag ennþá, þrátt þótt síðan 30 ára gömul í skólum landsins að því hún er tímalaus ásamt mörgum öðrum bókum. Þannig að síðan leiði bara eitt af öðru og ég segi stundum að mér muni ekki endast ævin til þess að skrifa allt sem ég langar til. Ég segir alveg eins og er. Ertu með bók í kollinu? Ég er ekki bara í kollinu, ég er búin að skrifa, ég á 3 barnasögur, ég á eina krakkabók tilbúna. Okay. Og ég er búin að hugsa eina fullorðinsbók í 34 ár. Hún er algjörlega tilbúin í höfðun á mér á blöðum, ekki sem saga, heldur bara sem punktar. Og það er næsta verkefni mitt núna, ég myndi segja í bara lok janúar. Þá ætla ég að helga restinu af árinu líklega þeirri sögu. Og þá kemur hún kannski út eftir 2-3 ár. Já, er það þá fyrsta bókin ætli fullorðnum? Nei, ég skrifaði bók sem heitir Allt holdir hei, sem þú verður að lesa. Já. Og það er ein mín vinsalasta bók, kom út 2004, ég gaf hann út sjálfur, fekk frábæra konu til ritstýrinni, hún fekk slæma dóma í sjónvarpinu og lognaðist aðeins út af, seldi samt upp. Síðan þegar hún kom út í Kilju, þá fóru leshópar að lesa hana í Hrönnum og
ég held að þetta sé eina af mínum 3 bestu bókum. Okay. Ég fékk sögunni gegnum miðil. Kona sem bara hringdi mig og sagði ég þarf að segja það sögu. Hingað alltaf að koma til mín, mér alltaf að birtast kona sem dó fyrir 200 árum. Hún mun ekki öðlast frið í sálinni fyrir en einhver segja sögunar. Þannig ég fekk sögu á 3 blaðsíðum og ég bjóð til tæplega 400 sína bóku. Wow. Okay. Þannig að þetta er bara bíómynd. Ég bara skil ekki, bara segir eins og kvikmynd að gera menn. Ég skil ekki hvað svona enginn búin að taka þessa bók og búið til annarkvæmt sjónvarpsþætti eða kvikmynd. Af því ég sá söguna í myndum. Ég gat talað við fólkin sem ég var að skrifa um. Ég gat spurt það, viltu tala þess herra, ég heyri ekki í þér. Nú ertu búin að sá þessu fræði, nú kannski tekur einhver við boltan. Já, svo bara spurning hvort ég treyst einhverju til þess. Það er allt annað mál. En sérð þú eða heyrir eitthvað sem að flestir aðrir sjá ekki? Nei. Mér langar það. Talar oft innsæi? Já, ég tala oft innsæið og ég bara trúi því og ég tala þetta innsæi líka við krakka í 10. bekk. Vegna þess að þegar við erum í góðu jafnvægi, þegar okkur líður vel, þegar þessi as ekki á okkur, þegar við erum heilbrið, þá innri röddin svo sterk og ég oftast á þessum stað, bara viðurkenni það. Þannig að ég algjörlega á því að innsæið og heilbrið skynsemi skipti gríðarmiklu máli. Og ég hef haft það í vana og ég gerði það núna og það ekkert leyndarmál. Þegar sumir stjórnmálamenn sem ég ber mikla virðingu fyrir að taka sér ábyrgðarmikið hlutverk í samfélaginu, þá sendi ég þeim post. Treyst þú þínu innsæi og þínu heilbrigðu skynsemi? Það skiptir mestu máli. Ég held að það er svo mikil sýndarmennska í samfélaginu. Við þorum ekki að standa með okkur sjálfum, við þorum ekki að segja það sem er augljóst, við þorum ekki að fylgja innsæinu vegna þess að við gætum lent í skautun, í einhverju gagnrýni, lent upp á kant við einhvern, að því allir svo viðkomir gagnvart sinni stöðu. Ég nógu gamall til að þora að segja þessi upplifi og mitt innsæi segir mér, en ég reyna að vanda mig þótt ég stuði stundum fólk. Heldur þetta sé erfiðara í svona smærri samfélagum? Ég hugsa það. Það hér þekki allir alla. Og ég held til dæmis með fullri virðingu fyrir stjórnmálamönnum öðrum, ég held að margir fariðar inn með góðum hug og vilji gera gagn í samfélaginu. Síðan bara gríðarleg pressa frá vinum og einhverjum hagsmunaaðilum að þeir taki einhverja aðra ákvörðun og þá kannski gera það í trássi við sitt innra sjálf bara til þess að þóknast öðrum en bara að brjóta sjálfum sér. Og þá verða þær ekki sannir. Og þess vegna ber ég svo mikla virðingu fyrir fólki þegar þorir að koma hreint til dyrana, þorir að segja sannleikann. Ég ekki að segja að innsæi mitt sé nákvæmlega sama og innsæi þitt. En þegar maður hefur mikla reynslu, búin að vera í samfélaginu 60 eitthvað ár, búin að vinna á allskyns vettvangi áratugum saman, þá væri ég að brjóta á Íslandi, ég var að brjóta á þjóðinni ef ég segði ekki sannleikann sem ég upplifi. Hvað sé það í skólum, í samfélaginu, varandi snjallsíma, varandi samfélagsnotkun, varandi reyking og annað. Þannig að við vitum þetta öll, við bara þorum ekki að tala þetta. En tölum aðeins þetta einmitt, snjallsímana. Nú sá ég að þú varst að deila einhver sem Halla Tómasdóttir forseti deildi og þú hrósaðir henni fyrir að benda á hið augljósa. Ég las líka þennan stutta stjórnarsáttmála nýra ríkisstjórnar, þau töluðu öll það að reyna, og ég ætla að lofa þess ekki bara reyna, að fjarlægja snjallsíma úr grunnskólum. Ég fékk bók í fyrradag, The Anxious Generation, kvíðakynslóðin. Ég búin að lesa 44 blaðsíður af 300. Maður sem skrifar þessa bók, hann að vitna í 350 vísindagreinar og bækur og skýrslur samfélagsmiðlanotkun og símanotkun barna. Ég að upplifa þessari bók allt sem ég búin að segja mörg ár. Og þess að mér verið bara illt í hjartanu því ég segi þetta núna. Og hann segir, við þurfum að gera 4 hluti, og hann bara fullir þessi maður, þetta frábær bók, og ég á eftir að skrifa hann á Facebook í Morgunblaðinu, því ég búin að lesa hana. Hann nefnir þessi maður, hann ekki bara að tala hvert vandamálið hann að nefna 4 lausnir ef allar þjóðir í heiminum myndu á sama klukkutíma gera 4 aðgerðir
þá myndi heimurinn verða breyttur eftir 2 ár. Engir snjallsímar til barna yngri en 16 ára, engir samfélagsmiðlar til barna yngri en 16 ára, símalausir grunnskólar og aukin frjálsleikur og að hætta að ofvernda börn. Þessir 4 hlutir munu breyta lífinu, breyta heiminum. Og hann bara vitni í rannsóknir sem maður. Og ég sannfærður að ef Einar Þorsteinsson, Kristrún Frosta og bara skólastjórar, sveitarstjórnarfólk myndi taka þessa bók og veita 1 dag ég lesa þessa bók, 1 dag, þá myndi samfélagið breytast á 2 árum. En fólk nennur þess ekki. Það nennir ekki að taka slægin því miður. Af hverju heldur að það sé? Ég hef alveg heyrt það í sumum skólum, þá sé bara frekir foreldrar. Ég verð að geta náði í barnið mitt. Sumir sem eru hérna einmann í skólanu þurfa að geta talað við einhvern í símanu sínum. Ég ætla bara að segja það í 100. sinn í fyrir alla skólalandinu. Ég sé stóran mun á börnum og ungmennum í skólum sem eru símafrjálsir. Ég er ekki að tala um bann, ég er að tala um að frelsa krakkana undan þessari ánauð að þurfa að halda í síman sinn og halda þessi að missa einhverju. Og kennarar eru að verða gríðarlega þreyttir á þess að þurfa sífellt að vera einhverja löggur. Þetta er ekki óskup einfalt mál. Jú, það er hægt að treysta krökkum til að setja síman í töskuna, en ef hann er tekin upp úr töskunni á skólatíma, þá er einhver refsing. Punktur. Við þurfum að vera vond til að vera góð. Já, börnin mín voru og eru í Smáraskóla í Kópavogi og hann er búin að vera símalaus í mörg ár og ég fagna því alveg gríðarlega og ég er mitt svo sammála að þú veist, þarna eru börn að leika sér í frímínútum. Þau eru að tala saman og ég veit ekki hvernig það væri ef allir væri í símanum. Þannig kenni ég í framhaldsskóla þar sem að símar eru leyfðir, það er alltaf öðruvísi. Sko. Já, það er líka bara þroskaðari krakkar, hann minnist ekkert á það hér í þess að það sem komið er. En ég ætla að segja alveg svo mér finnst ekkert gaman að tala um þetta. Af því mér finnst ég vera að endurtaka mig aftur og aftur og aftur. Mér finnst ég bara vera ein rödd. En loksins núna er forsetinn og fleiri að tala um þessa hluti. Akkurat. Og fleiri sem hafa voru í frambúði núna. Og bara, fólk verður að viðurkenna fyrir sjálfu sér að þetta er eina leiðin að bjarga börnunum okkar. Börnin við erum að horfa, við fullorðna erum að horfa upp á börnin okkar verða eitruð fyrir framan augun á okkur og við þykjumst ekki taka eftir þessu. Af því við nennum ekki að taka á þessum hlutum. Þannig að fyrir þá sem kannski hafa ekki fylgst með umræðinni, þá snýst þetta andlega heilsu barnanna. Fyrst og fremst. Já. Að þau bara vanlíðan. Bara frá 2010 til 12 þá hefur bara kvíði, depurð, einmannileiki og annað, sjálfsvíg, sjálfskaði og svo framvegis aukist verulega. Það er alveg sama hvort það er talað um einhver stríði í heiminum eða hvað sem þetta er alltaf böndin beinast, alltaf að samfélagsmiðlum, punktur. Og þess vegna er kannski núna eins og ég las bara að heyrði daginn, ég man ekki hvað það var Ástralía eða Nýja-Sjálandi eða eitthvað, bara þá fara að banna þetta í landinu, á landsvísu. Þannig að eins og mér verður heitt í hamsið, mér líður ekki vel að tala um þetta, að því ég mér langar til að segja svo margt. En ég er alltaf líka eins og ég sagði á það, nú er ég andstöð við sjálf mig, ég er að passa mig að segja ekki of marga hluti, til að vera ekki bara fyrir því að skóla sér og segja, nei, við viljum ekki fá hann í skólan. Hann hefur svo skrýtna afstöðu. Þannig ég þarf að passa mig. Skilur hvað er að spara? Já. Af því mér langar ekki að vera gaur sem kemur í skóla með einhverja stæla og þess vegna er ég hættur í dag að tala um símanotkun í skólum því ég tala við krakkana. Er það? Já. Vá, það er samt svo sorglegt að maður þurfi að þá er þú kannski ekki fylgja þínu innsæð. Mér langar bara að tala um jákvæð hlut. Mér langar bara að hamra á því sem er jákvæð. Já. Vegna þess að ég sýndist glæru í 2 ár sem sýnir bara staðfestir í þessari bók að krakkar á þessum aldrin sem ég er að hitta eru að meðaltali 8 klukkutíma á dag í símanu sínum og við skulum átta okkur á því að það eru hálft ár. Helmingurinn af vökutíma. Það er helmingurinn af vökutíma. Rósalegt. Þú getur rétt ímyndað þér hvort að krakkarnir gætu ekki gert eitthvað annað en að tíma. Svo skiljum við ekkert í því að barninu okkur líður illa. Já. Þetta er bara, ég veit ekki hvað að segja um þetta. Nei. Ég alveg tala. Nei, yngstu sonur minn er núna 12 ára og hann fekk síma 11 ára og hann var mjög seinn. Allir vinir hans áttu einhvern snjallsíma og hann var bara ánægður með sinn síma. En svo fekk hann snjallsíman og hans var alltaf að kvarta í að allir í kringum sig var alltaf í símanum.
og ég sagði, en hvað verður þú þá ekki bara eins og þetta gerist það bara, þetta sogar börnin að sér og þetta er bara svona ákveðum fíkn og ég er bara svo glöð og þakklátt að hann fann þetta sjálfur og hann sagði við mig, mamma ég ætla að taka alla leikina úr símanum mínum, þá þarf ég ekki að vera í honum, þá er ég bara notað til að svara á, því hann er ekki á neinu samfélagsmiðlum, þannig eina sem hann var alltaf einhverjum leikjum, en þar var hann kannski leikjum við aðra og þessi leikir eru sko að plata því til þess að þú þarft að vera innan einhverja mínútna til þess að fá eitthvað í leiknum eða komast í næsta borð eða þeir kunni þetta sem er að hann þetta. En það sem ég finnst áhugavert og ég vissi ekki fyrir rúmi árið að foreldrar geta stillt einhverja snjallsímanótkun í símum barna sinna á ákveðnu marki þannig að parental control heitir þetta ensku. Já, það bara frábært að vegna þess að við verðum það sem ég hef líka síðan núna undanfarna ára að ég vinn eins og jólin mikið á kaffihúsum bæði að skrifa mæti bara 8 á morgnan og sitt til 12 og fer svo eitthvað annað. Mér finnst foreldrar í dag orðnir upplýstari heldur en fyrir 1 ári. Okay. Það er mjög sjaldgæft orðið að ég sé foreldra með 1-2 ára börn skella iPad eða síma fyrir fram á barnið sitt og ég held að þessi þessari umræða að þakka. Þannig að nú eru börnin þau bara mega öskra, þau mega hlaupum, þau mega vera pirruð, svo bara róast þau. Í þess að setja bara þetta eitur og fíknuna beint fyrir að nefnum bara svo foreldrar geti talað saman. Þannig að þetta er ekki skemmtilegt. Nei, en sko ég veit að það er að tala um þetta og ég veit að ég verð að gera það, annars lagið. Einn af fyrstu þáttunum sem ég tók upp hérna í fyrra var við hana Sabínu Steininni Haldarsdóttur, ég veit ekki hvort þú veit hver hún er. Hún er með færni til framtíðar. Já. Hún er einmitt svolítið mikið að berjast fyrir þessu að börn fá að vera bara úti í frjálsum leik og ekki alltaf þetta að vera endal skjátími. Og svo tók ég annað viðtal við hana Katrínu Kristjánsdóttur sálfræðing tengslamyndun. Og það fannst mér svo ótrúlega mikilvægt af því þú hefur talað það sama að fyrstu ára æfir barns er svo ótrúlega mikilvægt. Fyrstu 3 árin. Fyrir tengslamyndun. Já. Og það er svo mikilvægt að við séum til staðar fyrir barnið okkar, horfum í augu þess, við séum ekki alltaf bara að horfa á einhvern skjá. Akkurat. Þegar barnið er pínulítið, kannski brjóstið eða hvað sem er. Því nú er ég ungbarnasund kennari og ég hef verið að reyna að deila þessu til foreldra, en þetta er eitthvað sem að ég held að samúrt að segja, þetta fólk er að vera meðvitað. Já, sem betur fyrr. Og ég heyri til dæmis á mínum börnum, bara yngri börnunum mínu sem eru 24 og 28 ára, þau segja núna, ég ætla aldrei að láta barnið mitt á snjallsíma. Bara þau verða að vera hún 18 ára. Þannig að ég held, og ég segir alveg eins og að þessi kynslóð núna sem er búin að fá bara upp í kok af þessu og loksins fattar það hvað þetta er slæmt orðin 20 plus, þegar þau fara eignast börn, þá verða þau miklu betri hvað þetta varðar, heldur en kannski kynslóðan fyrir neðan mig. Og ég nefndi það líka daginn og ég bara, þegar ég er að horfa í augun á þessum litlu börnum sem ég sé á kaffihúsum, mér finnst ég bara að sjá fegurð, ekkert annað en fegurð og bara traust til þess að foreldrarnir passi krakkana sína. Ég sá konum daginn og það munaði engu að ég er í leiðilegur. Ég bara þurfti alveg að setja hendurnar í vasan. Konu sem var með svona 1,5 ára barn á kaffihúsi og krakkin var í símanum mömmunar, af því hún var að tala um vinkonu sínar. Mér langar alveg annarkot að leggja blað á borðið sér við, vistu hvað að gera barninu þínu, eða ertu svona óupplýst að ertu bara nógu fær til að ala upp barn. Ég alveg talað. Hvenar má maður segja eitthvað og hvenar ekki? Ég þarf alveg að bítið þungan á mér. Og ég sem betur verið gerði það. Ég nenni ekki, hún skreif einhverja Facebook færslu það að ég lappi hann á kaffihús og sé að skipta mér að því hvernig foreldrar ala upp börnin sín. En það er kannski bara gott við komum þessu skilaböðum út, hvað þetta er svo ótrúlega mikilvægt og börn skilja miklu meira en við höldum, bara strax frá byrjun. Númer 1, 2 og 3 finnst mér mikilvægt að foreldrar lesi sér til þessa hluti, sé ekki bara að draga ályktun út í loftið, því þeim finnist þetta eða hitt. Ef allir foreldrar myndi lesa þessa bók, The Anxious Generation, allir foreldrar í Íslandi, þá myndi heimurinn í Íslandi myndi breytast, það segja það. Bara á 0-1. Kvíðakynslaðin. Hvenær heldur þetta hafi breyst? Er einhverja tölur yfir það? Hvenær þetta bara... Já, 2012, þegar snjallsímandi komu. Hann bara algjörlega í þess að það eru línuritt í þessari bók
og rökstuðningur fyrir öllu sem að gerast. Það bara algjörlega línulegt sýnt hvenar börnin fá aukinn kvíða, aukinn sjálfskaði, aukinn sjálfsmorðstíðni. Það allt tengt bara þegar samfélagsmiðlar komið í loftið. Já, Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Og við vitum þetta öll. Já. Það bara, við erum ekki kannski með dagsetningar á hreinu, en þannig þetta bara stafað til að segja aftur, þegar hann að vitni í 350 bækur og vísindagreinar. Það ekkert bull í gangi þarna. Og þess vegna segi ég, foreldri sest niður og dregur djúpt andan með sitt innsæi og sína heilbrigðu skynsemi, þá kemst það að sömu niðurstöðu. Það þarf horfir upp á þetta í kringu sig. Er eitthvað, hvað leggur þú til að sé hægt að gera til að bæta andlega heilsu? Nákvæmlega sama. Já. En við á Íslandi, er eitthvað? Nákvæmlega sama. Já. Og líka bara, ef fólk vil gera þetta í skrefum, það er bara kvöldmatur, engin sími. Eftir klukkan 8 á kvöldin, engin sími. Við erum farið í boð, engin sími. Og bara ef þetta eru símafrjálsir skólar, þá eru kannski búin að minnka skjánotkun barna 60%, 70%, það eru strax framfærir. Og við foreldrar þurfum náttúrulega að vera fyrirmyndir. Hvað heldur þú? Ég nenni ekki svona nefna, það er bara svo augljóst. Já, ég veit ekki hversu vandræðalegt það þegar maður er kannski að horfa á mynd, svo lítur maður alltaf inn til hliðar og allir eru að kíkja í símann. Já. Það er svo alltaf algengt. Það var nefndið einhver við mig í gær, hefur þið einhvern tímann séð ungmenni sitja og horfa á bíómynd í 1,5 klukkutíma og svo skoða síma sinn? Ég held ekki lengur. Aldrei. Ég held ekki þetta ekki lengur. Og það var einn sem benti mér á það á kaffhúsum daginn. Ég sagðist vera að fara í podcast, hann sagði nefndu þetta. Hann sagði, þú sér iðulega foreldra birta myndir af börnunum sínum í íþróttum, hvernig foreldrar eru að mæta á æfingar, fara á leiki, segja frá hvað er ógeðslega gaman að barnið er í íþróttum. Hversu oft birtir foreldrar mynda barninu sínu lesa bók? Aldrei. Nei, það er rétt. Aldrei. Ja. Segðu frá því að þú sitt að lesa með barninu þínu. Ja. Reyndu að hafa áhrif á aðra. Ja. Hvað er barnið að lesa? Hvernig gengur þið að lesa? Hvaða nýja orð lærði barnið í dag? Aldrei. Horfður á krakkaskaupið? Ég misti að því, ég bara sá einhverja umfjöldun. Mjög fyndið. Það var atrið þar sem að mamma var í símanum og stelpan vildi spila. Já. Og hún býta, svo tók hún mynd eins og það var að spila og svo hélt hún bara áfram í símanum. Þetta er svo... Ég veit það. Það er gott að krakkarnir átt að sjá oss. Og ég ætla að segja að krakkarnir, þeir þurfa svo mikil hjálp að halda og þau eru meðvituð um það, en þau náttúrulega gangist langt að þau geta því foreldrarnir en ekki standi í þessu. Það er bara þannig. Þannig að þetta þarf bara að byrja á toppnum. Það þarf að byrja á toppnum. Því að þó að allir viti hvað að gera, þá er ótrúlega erfitt að gera eitthvað nema að séu bara sett ákveðina reglur eða ákveðin lög eða ákveðin... Eitt sem ég langar að nefna við líka sem ég hef hvergi sagt, að nú er Reykjavíkurborg með tilraun í Reykjavík það að krakkar á unglingastígi mæti í skólan klukkan 8:50 eða 9. Það voru einhver gerð tilraun með einhverja 10 krakka í einhvern ákveðin tíma, hvort þeim þætti betra að mæti í skólan klukkan 8:10 eða 8 eða klukkan 9. Ég hef búin að spyrja krakka 10. bekk í vetur. Hvort þeim finnst það betra? Já, hvort er betra? Allir, þá meina ég allir sem ég hef spurt, sko heilu bekkirnir, ég vil fara tilbaka. Það? Við förum bara seinna að sofa. Við förum seinna að sofa. Er það ekki heilbrigð skynsemi, talandi um heilbrigða skynsemi og innsæið? Auðvitað fara krakkarnir seinna að sofa, þau viðurkenna það. Og þau eru bara að það er búin að taka þeim frímínútur og þau þurfa að fara seinna heim, við viljum fara tilbaka. Nei, þetta var í 3 ár. Af hverju breyttu þau ekki frekar klukkun eins og annars þar í Evrópu? Ég veit ekki hvað, ég hef ekki skoðun á þessu, ég hef ekki skoðun á hvort þetta er heilbrigðara eða óheilbrigðara. Nú er ég bara að segja hvað krakkarnir upplifa sjálfir. Okay. En ég hef ekki skoðun á því hvort er heilbrigðari fyrir þau. Nei. En það er bara heilbrigð skynsemi sem segir mér, ég fer seinna að sofa, ég þarf ekki að vakna fyrir klukkan þetta. Hvaða spurningar færðu helst frá ungmennum eins og í 10. bekk sem að þú ert að halda fyrirlestra fyrir? Eru þau áhugasum um þetta? Finnst þau tilbúin að breyta og bæta? Allir krakkar eru opnir fyrir einhverju breytingum. Ég spurði daginn og ég hugsa í síðustu 15 fyrirlestrum hef ég spurt krakka einna spurningar vegna þess að ég væri í skólum daginn og þá mættu 4 stelpur fyrst ára fyrirlesturinn og ég náttúrulega mæti alltaf hálftíma fyrr bara til að stilla upp, allt sé klárt, næja spjalla við nemendur undan til að ná ákveðnum tengslum og skapa traust og ég spurði þessar stelpur sem ég hafði aldrei spurt áður hversu oft, og þá er ég að tala um stelpur sem eru 15 að vera 16 ára hversu oft liftið þið upp hönd ef þið skilji ekki kennarinn ykkar? Aldrei. Aldrei. Nei, mig grunað. Aldrei.
og ég er búin að spyrja núna eftir ég spurði þær og svo spurði ég þær, af hverju gerðu það ekki? Við þorið ekki. Við höldum að spurningin sé heimskulega röng og okkur verið strítt. Vantar sjálfstraust á. Þannig að óttinn er að stjórna þessum krökkum, að verða sér ekki til skammar og fitta inn og gangast inn í eitthvað norm sem þeim finnst vera eðlilegt. Þau þora ekki að standa, ég ætla ekki að alhæfa, þora suð með því og stundum finn ég líka að leið og einn nemandi lyftur upp hönd hjá mér og spyr spurninga, þá kemur næst í kjölfarið. Og svo upplýfi líka nánast á hverjum einasta fyrirlestri að þegar ég er að taka saman tölvuna mína, hátalaran og allt þetta sem tekur ákveðin tíma og krakka farið 3 mínútur, þá kemur einn tilbaka og vill spjalla undir 4 augu. Þannig að þetta er óryggi og ég hef margoft spurt, kannski ekki nógu oft, ég hef ekki spurt í skólum, ég hef spurt svona í kringum mig og einhvern tímann á Facebook og einhvern tímann í grein í Morgunblaðinu, hvers vegna er ekki meira alvöru lífsleikni í skólum, þar sem það tekist á við oftan, krakkar þurfa bara að standa upp og halda ræður, segja frá og þannig að fyrir mig, ég upplifi samfélagið þannig, það skiptir meira máli fyrir krakka að klára grunnskóla með mikið sjálfstraust, hugrekki, óttalaus, ákveðna grunnþekkingu, heldur en að geta til dæmis greint hvort einhver texti sé miðmynd, germynd eða þolmynd, frumlag, andlag eða umsögn sem ég get ekki sér í töfundur. Þannig að ég er ekki að gagnrýna skólana, ég er bara að gagnrýna eitthvað kerfi sem er búið að viðhafast á Íslandi í áratugum saman. Við erum ekki að styrkja einstaklingarna nógu mikið til að takast á við sig sjálf þau verða hans eldri. Hvernig sér þú þá skólakerfi fyrir þér? Af því það er alveg búið að vera staðnað í mörg ár, það er alveg rétt. Mér langar ekki að gagnrýna skólakerfi, vegna þess að ég, heilt yfir, hvernig ég orða þetta, vegna þess að ég upplifi kennara, skólafólk og alla í skólum, að þeir allir að gera sitt besta. Algjörlega. Ég myndi bara vilja forgangsraða upp og nýtt. Við þurfum meiri útikennslu, við þurfum að hafa íþróttir 5 sinnum í viku, ekki bara 2 eða 3. Ákveðið sammála. Við þurfum eins og bara að sýna sig í Kveikjum neistan í Vestmannaeyjum, þar sem krakkar eru bara betri líðan, aukin orðaforði, aukin skilningur, þau læra fyrir að lesa eftir þau breyttu ákveðnum háttum í skólakerfinu. Og svo erum við svo skrítin einhvern veginn, við erum svo saman saumuð að við getum ekki lært af þeim sem er að gera frábæra hluti, því við höfum alltaf gert þetta, svona við höfum bara að halda því áfram. En núna veit ég að það er einhverju skólar að taka upp frá Vestmannaeyjum þetta Kveikjum neistan og fara að gera eins og þeir sem er gott og vel. Þau eru á hverjum degi í hreyfingu. Já. Og svo er ákveðin tími eftir hádegi sem er svona pínu það að velja sig hvað þau gera. Þannig að ég myndi treysta kennurum frekar en einhverju fólki á einhverju menntavísindasviði til að stokka upp kennsluna. Mér langar til að vita hvers vegna er mikilvægara að krakkar í grunnskóla viti kannski að Mount Everest sé 848 metra hátt, en þau get ekki, þau læra ekki á tilfinningar sínar. Þau læra ekki inn á sjálfstrausti, þau læra ekki að miklu síður að bara fá að vera einstaklingar, hafa hugrekki til að láta drauma sína rætast, vera góðar manneskjur, eitthvað sem bara skiptir máli í lífstekni, heldur en pjúra staðrendur eitthvað sem skiptir þau engu máli í lífinu. Til hvers danska, hvað er að krakkar að gera við dönsku þau ná ekki tökum með sjálfum sér? Ekkert. Þannig að ég er ekki að segja að þurfa að stokka upp skólakerfið, en það þarf að rýna í það með kennurum sem er búin að vera á vettvangi áratugum saman, ekki fólki sem er upp á skrifstofu í einhverjum háskóla og tekur ákvarðanir hvað á að gera. Treystu fólkinu sem er á gólfinu. Já. En hvað finnst þér þá um það að nemendur í framhaldsskólum fá einn klukktíma á viku í hreyfingu eða íþróttir og meiri sé er ég búin að heyra einn framhaldsskóla sem búið að taka af íþróttakennslu á síðasta ári. Mestu mistök í íslensku menntakerfi var að stytta framhaldsskólan niður í 3 ár. Og þetta held ég að séu allir sammála um. En hvað gerist í samfélaginu? Hver er að takast á við þetta? Hver er að breyta þessu? Enginn. Það er enginn að taka þessi skref. Og það er búið að taka íþróttar á krökkunum, þau eru að heldast úr lestinni bara frá íþróttafélögum, sínum greinum. Já, því það er svo mikið álag. Mikið álag að ná einhverjum prófum. Það er búið að fækka því að fyrirlesara geti farið í framhaldsskólan, ekki tími fyrir það.
þannig að það er verið að keyra krakkana í gegnum framhaldsskólan á 3 árum og svo blessuðu krakkandi sem hafi ekki bara þroska til þess að gera það á 3 árum, þau finna til vanmáttar og heldast úr lestin og hætta í þess að viðurkenna ég þarf 4 eða 5 ár, leyfi mér að taka mín 4 eða 5 ár. Ég var 5 ár í MR, ég sé ekki eftir einustu mínútu. Þannig að mér finnst bara við vera að berja hausnum við steinin, ég held að flestir séu sammála þetta og það þarf bara enn og aftur sterka leiðtoga til að breyta þessu. Ég held að krakkar geti verið lengur í skólanum, fleiri ár, en það er alltaf þessi pressa að klára 19 ára og framheilun okkar þroskast ykkur 24-5 ára aldur. Það sem er orsök og afleiðing. Hvernig ná 19 ára nemandi nema að sjálfsögðu með einhverjum undantekningum að geta tekið ákvörðunu það hvað hann ætlar að gera í háskóla eða framhaldsskóla á háskólastígi, 19 ára. Ég bara skil það ekki. Hversu margir krakkar eru bara týndir hvað þetta varðar þannig að þeir eru 20 eitthvað ára gömul. Og flestir eru núna með að bara taka sér 1 ár í pásu eftir framhaldsskóla. Þau gætu alveg verið bara 4 ár. Ég er alveg sammála að þetta var ekki góð ákvörð. Rannsóknir sýna það í Bandaríkjunum, langtíma rannsóknir, að krakkar, eða sem sagt það verður að tala fólk sem er í velgengni í samfélaginu, einhverjum svona 30-40 árum setna, að þeir krakkar sem tóku sér ársfrí eftir framhaldsskóla og fóru svo í nám árið setna og voru bara að upplifa lífið í skóla lífsins á þessu 1 ári, þau njóta mun meiri velgengni í samfélaginu heldur en þeir sem bara kláruðu háskólapróf í kjölfarið á einhverjum menntaskóla árum. Vegna þess að ef maður hugsar út í þetta, ég held að sumir krakkar undir þrýstingi frá foreldri sínum fari í eitthvað nám bara til þess að fara í nám, til þess að klára til að geta fara út á vinnumarkaðinn og velja þá kannski rangt nám, klára kannski lögfræði, læknisfræði eitthvað, en er aldrei glöð í starfi. Af því þau bara lærðu eitthvað sem þau vildi ekki læra, en bara undan einhverju þrýstingi. Í stað þess að fá að bara endurstilla sig, núllstilla sig, 19 ára, fara bara til útlanda eða skoða heiminn, koma tilbaka, treysta innsæinu, heilbrigðri skynsemi og fara í það nám sem virkilega langar til að gera. Undan engum þrýstingi. Svo hef ég líka upplifað eitt sem ég finnst ofboðslega sorglegt að því að þú varst að tala þessi kvíðakynslóðin. Að nú er ég að fá nemendur á hverju ári, nýja nemendur inn í MH og það gerist á hverju einustu önn að það er einhver nemendur sem kemur og segir ég fekk undanþágu frá íþróttum í grunnskóla og ég hugsa alltaf af hverju það er ekki verið gerir nemendunum ekkert gagn og yfirleitt náum við einhvern veginn að koma inn í einhverju hreyfingu hjá okkur af því að við erum með ofboðslega fjölbreytt, þau geta valið sér jóga eða lyftingar eða fjallgöngu áfanga, þú veist það er svo margt í boði. Mér finnst svo sorglegt að þau hafi í alvörunni mist af hreyfingu, kannski heilt árið eða 2 eða hvað sem er. Þetta er kannski líka hluta því sem að mann bara því ég var krakki í Ólafsvík að sumir voru ekki með pínu vottor í leikumi, krakkar voru spérættir, þau voru feimnir, voru óöruggir að fara í sturt og annað og þá bara fengu þeir vottorð og foreldrarnir kvittu upp á það að því að halda að gera barninu sínu gott, sem er náttúrulega ekki gott. Þannig að ég bara átta mikið á þessu, svo hef ég líka heyrt það að hluti af íþróttum sumra skóla, ég veit ekki hvort það er ennþá, er að krakkar eiga geta farið í ræktina, en þau labba inn í ræktina, þá kemur stimplunin inn og labba svo beint út aftur. Já, ég hef alveg séð þetta í sporthúsinu, krakkar sitja bara og píða í skóhillanum. Já, þannig að sorglegt. Ég átta mikið á því hvers vegna yfirmenn, hvort sem það eru skóla eða sveitafélags eða eitthvað, láta börn komast upp með það að sleppa hreyfingu þegar við vitum öll hvað hreyfingi skiptir miklu máli. Ég kveiki ekki á perunni með þetta. Nei. Og ég held bara því miður að nemendurnir átti sig ekki á hversu mikilvæg hreyfing er. Nei, þau gera það ekki að þau eru ekki vön því. Þau þekki ekki þessa endorfínlosun og gleðiefnilosun sem kemur þegar maður hreyfir sig kröftulega, þannig að þau viti ekki á hverju það missa. Ég held að besta sem foreldrar geta gert er að taka börnin sín alltaf með í hreyfinguna. Ef þeir eru að fara í fjallgöngu, taki börnin með, þó það taki lengri tíma. Ef þeir eru að fara á gönguskíði eða skíði eða hvað sem er, bjóða börnunum alltaf með. En hugsaðu, svona umræði sem við erum að fara í gegnum núna er búin að eiga sér stað, skilur örugglega 20, 30, 40 sinnum á síðustu árum. Og jú, það eru framfærir. Og ég bara bind vonir, ég ætla að segja þetta aftur, ég bind bara vonir við þá sem stjórna þessu landi, sveitastjórnum, skólastjórum
og öðrum til þess að bara takast á við þetta og auka hreyfingu með öllum tiltækum ráðum og minnka snjallsímanotkun og svo framvegis. Við þurfum bara heilbrigðara líf heilt yfir. Sko, ykkur tókst náttúrulega bara, sko, það var ótrúlegur árangur þegar þú varst í tóbaksvarnanefnd og maður sér valla fólk reykja sígarettu úti. Nei. Og hvernig fóruð þið að þessu? Er þetta eitthvað sama mótil? Getið þið nota sama mótil til að koma næsta? Já, við getum það. Ég bara hef sagt frá því, ég skrifaði einhvern tíma Facebook status það að það voru akkurat 20 ár frá því ég hætti. Ákvað ég að rifja þessu upp, ég ætla ekki að gera það hér, ég ætlaði bara að rifja upp baráttuna í þessi 8 ár og ég eitt bara síðan nefni við þig að þegar við þurftum að fara, þegar vorum að berjast fyrir reyklausum veiting- og kaffihúsum sem var þvílíkur slagur, bara sem dæmi að ég sem framkvæmdastjóri bauðst til þess að borga heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur heilan starfsmann, bara við ætlum að sjá að borga hann laun til þess að fara inn á veiting- og kaffihús til að veitingastæðir uppfylltu lög og reglur reyklausa veitingastæði vegna það segir sér sjálft að það er reykt hérna megin en ekki hinum megin, þá fyrir reykurinn, hann virðir engin mörg. Heilbrigðiseftirlitið sagði nei takk. Þannig að það sem ég gerði, ég bara hitti, eins og ég er kannski búin að vera að tala um stjórnmálamenn, ég hitti bara stjórnarþingmenn sem voru í ríkisstjórn undir 4 augu. Settist bara niður í mig, annarkot í hádegismatið með kaffibolla og upplýsti þá stöðuna, hvað þyrfti að gera til að breyta samfélaginu. Og þegar maður gefur sér tíma til að upplýsa fólk, af því að stjórnmálamenn hafi ekkert endilega tíma til að kafa ofan í alla málaflokka, þannig að þess vegna sagði ég áðan, ef foreldrar að lesa þessa bók, kvíðakynslóðin, gefa sér tíma í það, þá mun afstæða þeirra breytast til uppeldismála. Þannig að þarf að upplýsa fólk, ekki með einum hrópum eða köllum eða látum, heldur bara upplýsa fólk hvað skiptir máli. Og þetta bara, við vorum, Ísland var fyrsta landið í heiminum sem bannar sýnileika tóbaks og við sátum bara ég og formaðurinn heima hjá honum, hvað var að gera næst? Ég hafði fullkomið frelsi sem framkvæmdastjóri til að taka ákvarðanir með stuðningi stjórnar hvað átti að gera? Hvað átti að gera í skólanum? Við vorum með reyklausa bekki, við fengum Björk og fleiri fyrirmyndir til að vera á plakatum út allt í skólum og ég trúi á undirmeðvitundina að þegar krakkar mæti í skóla og sjá bara þessi reykir ekki, þessi reykir ekki, þessi reykir ekki og svo framvegis þá ferði ég undir meðutundina og það krakkandi taka ákvörðun. Núna erum við að berjast við hvað heitir þess að tóbakspúða og veipið og annað. Nikotínpúða. Og það þarf bara, nikotínpúða, við þarf bara miklu skelegari aðgerðir til þess að takast á við þetta. Íþróttafélög, þau eru bara að standa í lappirnar og segja að það kemur enginn hingað inn með tóbak í vör. Punktur. Hvaða íþróttafélag gera það? Ekkert. Af hverju? Að þetta hefur alltaf verið svona. Við höfum ekki bannað mikið. Þannig að það þarf bara enn og aftur sterkari stjórnendur. Alveg sama hvort það er litið íþróttafélög, borgarstjórn, sveitastjórnir, ríkisstjórnina, standið í lappirnar. Hugsiðu velferð þjóðarinnar. Hugsiðu fyrst og fremst velferð barna og ungmenna, númer 1, 2 og 3 og vekiðu foreldra. Algjörlega. Kannski loka spurning að því að síðasta bók sem gafst út heitir Við erum ástfangin af lífinu, er það ekki rétt sem er? Hvernig verðum við ástfangin af lífinu? Ég skrifaði þessa bók fyrst og fremst vegna þess að ég náttúrulega var og er að halda fyrirlestrar sem heitir Við erum ástfangin af lífinu. Þessi bók kom út fyrir 3 árum, frekar en 4 og hún inniheldur það sem ég var að segja við krakkana fyrir 4 árum. En síðan breytast mínir fyrirlestrar ár frá ári. Allt sem er í þessari bók er ég ekki að tala í dag, þannig ég geti skrifið aðra bók á þessu ári hvað er ástfangin af lífinu. Ég held þetta snúist, ekki síst, ef ég horfi á krakki 10. bekk, bara sem er minn markhópur og kannski 8., 9. og eitthvað yngra, er að bera ábyrgð á sjálfum sér. Ég var spurður að því daginn að einhverju stelpu sem lyfti upp hönd að ég var að telja upp svona 15 litla hluti dagstæl og gera þetta dagstælega og breytir lífið þínu. Hún sagði Þorgrímur, verð ég eitthvað rík ef ég bý rúmið mitt á morgnana? Ég sagði þetta snýst ekki um að rúmið sé hreint og fallegt, þetta snýst sjálfsagan
til að gera leiðilegu hlutina. Þegar þú lærir að þvo fötin þín, þá færðu sjálfstraust til þess að þú finnur hvað þú ert orðin sjálfbær. Þegar þú stendur upp í veislu heima hjá þér jólin og byrjar að ganga frá fyrir foreldraðina, setja í uppþvottavélina og taka þátt í heimilistarfinu, þá færðu sjálfstraust sem skilar út í lífið. Þegar þú spyrð foreldraðina hvernig gekk þér í dag, hvernig líður þér og svo framvegis, þá finnur þú sjálfstraust sem kemur til þín. Þannig að maður verður ástfanginn af lífinu, að mínu mati, við að gera gagn, þjóna öðrum og vera góð manneskja. Og þegar maður hamrar þetta við krakkana, veistu það, ég fæ, eftir hvern einasta fyrirlestur fæ ég svona 1 upp í 5 tölvupósta frá nemendum, að ég geði mig upp netfangi mitt, þau mega eiga allar glærurnar mínar. Ég sagði að þið getið sendt mér post á andi@andi.is eða vilja fá glærurnar mínar. En ég segi líka við krakkana, í kjölfar þessa, krakka 3% af fólki í heiminu setur sér markmið. Þið eru hérna inni 30 nemendur, 10% af ykkur eru 3. 5% af ykkur eru hérna 1,5. 3% af ykkur er 1. Með öðrum orðum, ég segi þetta undir lokin, það er líklegt að 1 nemandi hérna inni, þótt okkur finnst þetta spennandi og áhugavert, þá mun 1 nemandi hérna inni senda mig post og biðja glærurnar. Þannig er lífið. Og þetta er nemandinn sem er mikið metnað í lífinu. Og það gerist yfirleitt að 3 til svona 8% senda mér post. Það sem þau treysta mér fyrir því hvað þeim fannst fyrirlesturinn. Ég fæ allskyns svona posta sem bara gera það verkum að ég verða haldið svo áfram. Þannig að það er þessi litlu hlutir dagsdaglega sem breyta lífi fólks. Að hjálpa öðrum og spyrja hvernig þið líður og lesa 2 blaðsíður á dag í einhverju bók, læra 2 ný orð. 2 ný orð á dag eru 365 orð á ári. Hugsaðir ef öll börn myndu læra 2 ný orð á dag. Afsakið, það eru 730 orð á ári. 730 orð á ári, þá áttu bara komið nýja lífssýn eftir 1 ár og þeir munu ganga betur í framhaldsskóla. Og ég heyriði alveg, ég fekk bara post núna daginn frá kennara á Egilsstöðum, þar sem hann tala bara orðaforðan, hvað það skiptir miklu máli. Og ég heyriði það bara, ég er margoft spurður að því, ég reyna að vanda mál mitt vel því ég held fyrirlestra og passa að nota ekki einhver orð sem eru erfið, en ég heyri oft bara, hvað þýðir þetta orð? Orð sem er bara notað alla daga. Það er 1 nemandi síðastliðin 5 ár vitað, nema þið þóra ekki að svara, hvað orðið á vergangi þýðir. Að því ég opna minn fyrirlestur á hörmungum, fátækt, dauðsföllum og segi að í heiminum bara í Sýrlandi eru tæplega 6 milljón manns á vergangi. Ég spyr krakkana hvað þýðir að vera á vergangi. Þetta er í útvarpinu alla daga. Einu sinni fengið svar. Einu sinni síðastliðin 5 ár. Þetta er alltaf hamrað. Og ef krakkar að lesa bók eða hlusta á einhvern og þau skilja ekki eitthvað, þá verður að spyrja. Þú verður að spyrja eins og ég er að lesa þessa bók hér, kvíðakynslóðin. Ef ég skil ekki eitthvað orð, þá bara fer ég í Google Translate og finn hvað orðið þýðir til þess að ná samhenginu. Og þetta er vandamál hjá mörgum í dag. Krakkar eru kannski að lesa heila blaðsíðu fyrir morgundaginn, en það vantar einhver 6-7 orð í blaðsíðuna sem þau skilja ekki, og skilja ekki innihaldið. Þannig að það að vera ástfanginn í lífinu er að sinna þessum litlu hlutum dagsdaglega. Mörg 1%, mörg 3% verða allt í einu 40%. Ef þú bætir 40% daglega, þá er komin allt annað stað í lífinu. Þá bara opnast möguleikar, tækifæri, óttinn hverfur og þú sér bara beina, breiða leið, fullt af mótlæti, fullt af erfiðleikum og það þroskaði mest, en bara litlu hlutinir breyta lífið. Akkurat 1 klukkutíma. Já, hvað tala áfram til að klára þetta yfir í klukkutíma. Þannig að við erum með lífið í lúkunum. Við sjálf. Og það sem ekki að fórnarlömmum. Guð minn almáttugur, léluga kennari, ömuluð þjálfari, mamma og pappi, þetta er svo erfitt, endalaust af fórnarlömmum. Ég hugsa svona 65% þjóðurinn séu fórnarlömb. Aumingi þetta er svo erfitt. Start í lappirnar, segi ég bara. Já. Endum á því. Já, og bara lífið í lúkunum. Takk
Þorgrymur fyrir að gefa þér tíma fyrir að koma og takk fyrir að hlusta á innsæðið þitt. Ég var voða þakklátt að ég spurði Þorgrym af hverju hann samþykti því hann sagðist ekki oft koma viðtal og hann sagðist vera að hlusta á innsæðið. Já, ég gerði það núna. Æðislegt, bara takk kærlega fyrir. Mér var ánægðan. Og svona í blálokkin þá langar mig að þakka þér fyrir að hlusta. Takk fyrir að gefa þið tíma til þess að auka heilsulæsið þitt. Af því að það er akkurat það sem þú ert að gera með því að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þú ert að fá alls konar upplýsingar til þess að bera ábyrgð á og bæta eigin heilsu. En ef þú eða fyrirtækið þitt hefur áhuga á fyrirlestrum þá held ég slíka og þið getur bara haft samband á erla@heilsuerla.is. Og svo vona ég að allir sem er að hlusta séu að fylgja Heilsuerla á Instagram.